Ungmennahúsið Rósenborg á Akureyri, Amtsbókasafnið Akureyrarstofa, Menntaskólinn og Verkmenntaskólinn á Akureyri standa árlega fyrir keppninni Ungskáld en hún miðast við skrif ungs fólks á Akureyri, Húsavík og nágrannasveitum. Sóst eftir að fá send inn ljóð, sögur og leikverk eða aðra skapandi texta. Í ár var það Eyþór Gylfason sem sigraði með örsagna sveignum Lést samstundis. Við hittum Eyþór sem í meistaranámi í ritlist í HÍ á heimili hans á stúdentagörðum Háskólans við Eggertsgötu. Hefurðu alltaf verið að skrifa? Nei, ég byrjaði á sín í menntaskóla. Ég hataði eiginlega bara bækur þegar ég var krakki og fannst það tilgangslausar og svo bara gerðist eitthvað í menntaskóla og það er frekar kjánalegt eða klisjulegt allavega. Ég las Hamskiptin eftir Kafka þannig að þá verður svona hamskipti hjá mér. Allt í einu fannst mér bækur töff og merkilegar og eitthvað langaði að prófa að spreyta mig á þessu og já, þar byrjaði svona áhugi minn allavega á ritstörfum. Hvað er það sem þú hefur verið að fást við? Er það helst einhverjar smásögur eða bara allt? Það er alveg allt milli himins og jarðar. Ég alveg ort ljóð undir hætti og óbundin en svona ég er svona örugglega að stefna bara í það að verða eitthvað svona ritfrakkarskáld sko. En ég hef skrifað líka leikritahandrit og kvikmyndahandrit eða allavega svona uppbyggingu af kvikmyndahandriti. Og þú ert að læra ritlist í Háskóla Íslands í master, en grunnnámið er dálítið annað. Já, það er að rammast á tölvuverkfræði. Ég var í aðeðlisfræðibraut í menntaskólanum og svona, það er svona bara svona logical framhald af því námi að fara í verkfræði. Og hvað svo? Svo bara ákvaðst að snúa við blaðinu og fara að læra þetta? Já, ég tók verkfræðina á 4 árum að grunnnámið og átti á eftir einhverja örfáa áfanga á síðasta árinu mínu. Og í stað þess að fara að vinna með þá ákvað ég að gera eitthvað sem mér fannst actually skemmtilegt og fór að tók einhverja bókmyndafræði áfanga og grunnnámsáfanga í ritlist og eitthvað svona fann þá þessa bakteríu aftur þó ég hafi alveg skrifað eitthvað með verkfræðináminu. En þá svona var það einhvern veginn, það fekk maður alltaf einu afsökun til þess að vera að því bara constantly og þá einhvern veginn, já, var maður bara sýktur eða eitthvað og þurfti bara að sinna þessu. En þú ert með hérna gamla ritvél. Er hún þitt helsta verkfæri í þessu? Það er kannski, manni finnst allir vera bara með MacBook, tölvur og... Jú, það er náttúrulega svona kitlar hipsteran í manni að eiga þetta. Já. En líka það er að skrifa á tölvu þá ertu með þetta endalausa backspace-dóti. Þú skrifa bara, setningarnar er alltaf að mótast bara svona samstundis. En leið þú ert komið með annarkvort blað og blýant eða ritvél þá þarftu einhvern veginn að smíða setningarnar áður en þú ferð að skrifa þær. Og ég þarf að skrifa heila blaðsíðu þegar ég set blað í ritvélina mína. Þannig að það er líka svona einhver krafa fyrir frestunaráðuna. Ég get ekki farið á Facebook þegar ég er á ritvélinu minni. Ég get ekki gert einhverju svona frestunarhluti. Ég þarf bara að sitja og hamra þetta lykla bara þannig til ég þarf að snúa við blaðinu eða setja einhverja nýja síðu í Þannig að þetta er bara svona allavega líka því að sjálfum mér að þetta sé tækið til þess að hjálpa mér að sitja og vera að skrifa. Og þú tókst þátt í þessari keppni, Ungskáldið. Hvað var það sem þú sendir inn? Það var texti sem ég skrifaði síðasta vor sem heitir Lést samstundis. Það var eiginlega bara einhver tilraun. Þetta eru 8 örsögur sem gerast í og við svona vændishús fólk basically að deyja og hugmyndin var einhvern veginn að hver persóna sem kynnt væri myndi nota eitthvað hlut sem ekki virkaði
og hann myndi klyfja textan og svo myndi hann deyja og hann myndi látast samstundis sem vitnin á titillinn vitnar alltaf í síðustu setningu sögunar eða þannig. Ertu til í að leyfa okkur að heyra smá dæmi úr sögunum? Já, ég get lesið eitthvað fyrir ykkur. Takk. Lést samstundis. Númer 1. Krani. Lögreglumaðurinn skrúfaði frá krananum en ekkert gerðist. Hann skrúfaði aftur fyrir og aftur frá. Ekkert gerðist. Ekkert vatn virtist vera í pípunum sem tengdust þessum krana. Hann bölvaði þessum stað, það var vond lykt þarna inni og hann gat ekki þvegið sér hendurnar. Hún leið ekki vel með að geta ekki þvegið sér hendurnar eftir að hafa gert þarfir sínar á salerninu. Félagi hans var ennþá inni hjá konunni, vændiskonunni. Það taldist ekki til frétta ef menn fóru og fengu sér drátt á vakt eins og ástandið var orðið. Að lokum hrækti hann í lófan á sér og nuddaði þeim saman og þurrkaði sér í grútskítut handklæði sem hékk við hliðina á klósettinu. Hann gekk fram og leit í kringum sig. Hann sá aðeins langan gang og skó fyrir utan öll herbergin. Einhverra hluta vegna máttu kúnarnir ekki koma inn á skónum, en allan skít annan gátu þeir dregið inn með sér. Gervilegar stunurnar ómuðu yfir hugsanir hans. Hann hristi hausinn og ákvað að bíða út í bíl. Hann gekk í áttina að stiganum en rann í bleyti á gólfinu þegar húsið nötraði og dynkurinn heyrðist. Hann datt niður stigann og hálsbrotnaði. Hann lést samstundis.